Góðan daginn. Í þessu myndbandi ætla ég að kenna þér hvernig þú selur með Netgyro á blanda.is. Skulum byrja því að skrá auglýsingu, smellum hér. Ég hafði hugsað mér að selja borðstofustól, þannig að við skulum velja flokkinn heimilið stofa. Flettum hérna aðeins niður og veljum til sölu. Skulum setja í fyrirsögn fallegur borðstofustól og ástandi notað, lýsing til sölu, vel með farinn borðstofustól. Ég mæli með því að þú gerir aðeins betri lýsingu heldur en ég í þessu myndbandi. Við veljum sem mynd með því að smella hér. Þarna er mynd af stólnum og hún er komin inn strax. Við viljum fá sent tilboð í stólun okkar en við skulum setja verðhugmynd 18.000. Hér þurfum við svo að haka í leyfa fólki að borga mér með Netgyro og það er bara einfaldlega gert svona. Lítið mál. Við flettum áfram niður og hér er yfirlit yfir alla þjónustupakkana og þjónusturnar sem er hægt að kaupa. Ég mæli með því að þú finnir þér pakka sem henda þér á þína auglýsingu til þess að gera hana sýnilegri. En í þessu myndbandi aftökum við þjónustuna og veljum nei takk. Og hér er svo hægt að haka í deila á Facebook og ég mæli að sjálfsögðu með því að þú gerir það, enda viljum við að sem flestir sjáu auglýsingun okkar. En við skulum virkja auglýsinguna á þess að deila á Facebook í þetta skiptið. Ok, auglýsingin er komin inn. Hér er líka hægt að deila á Twitter eða Pinterest. En allan við skulum fara hér og leita í sölutorginu sem segja borðstofustól. Svona, og hérna er stólinn okkar. Og hér sjáum við Netgyro og kaupendtryggingamerkið. Og þegar kaupendur sjá þessi merki þá eru þau líklegri til þess að velja þessa auglýsingu fram yfir auglýsingu sem býður ekki upp á Netgyro og er kannski ekki með kaupendatryggingu. En við skulum sjá hvort við fáum ekki tilboð í stólun okkar. Jæja, þá erum við búin að fá tilkynningar hér og við erum búin að fá tilboð í vörun okkar. Þannig að við smellum á það. Hér erum við komin með tilboð upp á 18.000 krónur og við samþykkjum það með því að ýta á grænum takkan hérna. Og hér er upphæðin og hvort að kaupandinn ætla að sækja hlutinn eða hvort að ég muni senda hann eða eitthvað svoleiðis. Hér er heimilisfangið og við staðfestum þetta allt saman, þetta er rétt. Takk fyrir að skrá kaupanda. Næsta skref er að fara í pöntuna undir mínar pantanir og klára viðskiptin. Við skulum bara smella hér. Og hér sjáum við yfirlit síðun okkar. Hér kemur fram að kaupandi hefur ekki borgað fyrir vörunum Netgyro. Og við skulum kíkja yfir á aðganginn hjá kaupandanum svo þú sjáir hvað fer fram hinum við borðið. Hér erum við komin inn á aðganginn hjá kaupandanum og hann er búinn að fá tilkynningu hann hafi verið merktur sem kaupandi að vörunni. Og við smellum hér. Hér er upphæð reiknings 18.000 krónur. Og hér er blár takki sem hann þarf að ýta á, borga með Netgyro. Við skulum smetla á það. Svona. Og hér kemur Netgyro glugginn og hér er yfirlit yfir kaupin. Hér getur kaupandi valið af reikning sem hann greiðir innan 14 daga eða hvort hann vilji 2 mánaða greiðsludreifingu. En í þetta skipti ætlum við bara að velja reikning og við borgum hann með því að ýta hérna á grænum takkan. Og þá er ég komin með greiðsluseðil í heimabanka minn frá Netgyro. Og hér er staðfest, þú hefur borgað með Netgyro með grænum texta og það er komið grænt merki hérna sem er staðfestið það líka. Og hér er einnig önnur staðfesting, þú hefur borgað með Netgyro. Hér er mjög vænlegt að ýta á sækja kvittun fyrir viðskiptum og það er einfaldlega gert með því að smella hér. Og hér er eins konar kaupsamningu sem að þú getur prentað út og tekið með þér til seljandans. Við skulum skipta aftur yfir á seljanda aðganginn og halda áfram þar. Hér erum við komin aftur yfir á aðganginn hjá seljandanum og hér er komin tilkynning að kaupandi hefur borgað fyrir vöruna með Netgyro og við smellum á það. Nú sérðu að síðan okkar er orðin græn, það vantaði merkið hérna áðan. Núna sendur bara kaupandi hefur borgað fyrir vörunum með Netgyro og það er komið grænt merki. Og hérna er önnur staðfesting að kaupandinn hefur borgað. Og hér getum við líka sótt okkar kvittun fyrir viðskiptunum. Hún er alveg eins og hjá kaupandanum.
En segjum við sem svo að kaupandinn, núna er hann búinn að borga og hann er búinn að koma til okkar og við höfum afhent vöruna og þá smellum við hér, ég hef afhent vöru. Ég staðfesti hér með að ég hef sendt eða afhent vöruna og við segjum bara já. Og hér fáum við í lokin samantekt að sölunni sé lokið og það hafi verið borgað með Netgyro. Nú getum við farið inn á Netgyro síðuna með því að smella hér og séð greiðsluna okkar frá kaupandanum. Og við skráum okkur inn hérna. Hérna setjum við inn kennitöluna okkar og lykilorðið. Þá sjáum við stöðun okkar og hér er 80.000 krónunar sem við fengum fyrir stólinn. En eins og staðan er núna þá er þetta bundin upphæð og er ekki laus til útborgunar alveg strax. En leiði hún laus til útborgunar þá færist hún hérna vinstra megin yfir á hægri hliðina hérna undir upphæð laus til útborgunar og leiði og upphæðin er komin hingað að þá verður þessi takk hérna virkur og við getum millifært upphæðina á bankareikninginn okkar. Ef það eru einhverjar frekari spurningar varðandi notkun á Netgyro á bland.is að þá mæli ég með því að þú hafi samband við okkur með því að senda tölvupóst á bland@bland.is. En þú getur líka hringt í þjónustustöðvarið okkar í síma 545 00 00 eða senda okkur skilaboð á samfélagsmiðlum, til dæmis Facebook eða á Twitter. Annars þakka ég fyrir áhorfið og ég vona að hafa haft gagn og gaman af þessu myndbandi. Bless, bless.